Sælt verið fólkið og velkomin með mér í Glettur og velkomin til Vopnafjarðar. Alltaf sama blíðan þar, bara mismikil. En ég hérna fyrir framan Kaupvang. Þetta hús sem búið að standa hér í hvað í 130 ár og þetta var svona miðpunktur alls í Vopnafirði hér í gamla daga. Hingað komu allir sem komu til Vopnafjarðar og héðan fóru flestir og sumir hverjir jafnvel alla leið vestur haf. Nú, það ekki langt síðan þetta hús var gert upp alveg frá grunni og núna sómi staðarins. Við ætlum að nota þáttinn á eftir til þess að ganga þetta hús og kynnast því sem þarna fer fram í dag. Jæja, þá erum komin inn á kaffihúsið í Kaupvangi, þessu sögufræga húsi. Það eru nýjir eigendur sem að taka við rekstrinum hérna og eru svona að koma sér fyrir og móta starfsemina. Það vona fólki hádegismat og alltaf verða tilbúið. Nú, það Sigurbjörg Halldórsdóttir sem er nýtekin við þessum rekstri. Sigurbjörg, hvað kemur til að þú ert farin að reka kaffihúsi á Vopnafirði? Þetta bara búið að vera draumur heil lengi. Svo ákvað bara Ágúst að fá sér frí og hætta að vinna og þannig að ég bara greip tækifæri og sótti að fá að vera með kaffihús hér. Ertu Vopnfirðingur að uppruna? Nei, ég er ekki Vopnfirðingur að uppruna. Ég er aðkomin manneskja og ég er sem sagt frá Njarðvíkunum. Og hvað kom til að fórst að flytja til Vopnafjarðar? Ég var bara svona að skoða strákana. Og hvernig leist þér á það? Bara það vel að ég er hér enn allavega. Og kanntu vel við á Vopnafirði? Kann mjög vel við mig á Vopnafirði, já. Hér er mjög gott að vera. Notalegur staður? Notalegur, það er rétt orðið. En hvernig gengur að reka kaffihús? Það er kannski ekki mikið að vera yfir veturinn? Nei, maður er náttúrulega pínur hræddur að þetta er lítill staður og fátt fólk. En mér þykir Vopnfirðingar bara hafa tekið mjög vel í þetta og þau eru búin að vera mjög duglega að koma. Og ég hef bara nóg að gera og nóg að baka og... Þá leikur áherslu á að baka sjálf, þú ert ekki að kaupa... Já, ég bakar langt flest sjálf. En mér þykir líka gott að fá hjálp þegar mikið að gera, þannig að... Nú er þetta hús sögufrægt og talaðu að hér þetta hafi verið svona eins og miðstöð Vopnafjarðar á sínum tíma. Já. Er það svolítið svipað enn? Er fólk að rölta hérna inn og fá sér kaffihús og spjalla? Já, það er búið að vera bara mjög flott mæting ef maður kíkja hérna við. Við erum með opið hérna helgar líka á sama tíma búðin, eða svipuðum tíma. Þannig að það er svona, myndast smá svona í kringum þennan stað. Nú, hvenær verður þetta komið í fullt form hjá okkur? Í fullt form. Við erum sem sagt hérna, þetta náttúrulega gerist bara smátt og smátt. Við erum sem sagt núna að vinna því að við ætlum að vera með myndlista og ljósmyndasýningar á veggjunum. Þess vegna eru þeir tómir núna. Og núna er sem sagt í bígerð myndlistasýning, eða ljósmyndasýning, réttara sagt. Þannig að við erum svona að finna út hvort við ætlum ekki að hafa það í svolítið svona gömlum stíl. Það mikill sjarmi í þessu gamla húsi. Rosalega mikill sjarmi. Mér þykir mjög gaman að þetta skuli vera í svona gömlu húsi því það eru svo margir möguleikar þegar maður er komin á svona fallegan stað. Ertu það að vera með einhverjar uppákomur, tónlist eða eitthvað slíkt? Já, það er allt bara í bígerð eða þannig sko. Hugmyndirnar eru nóg á hugmyndum, það er bara að koma með framfæri. En já, það væri mjög gaman að hafa að það kæmu tónlistamenn og síðan verðum við mikið í samstarfi við menningarmálanefnd og til að fá að bókakynningar og bara svona ýmislegt, menningarlegt ef maður orða það þannig. Ég segi bara til hamingju með staðinn og gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir það. Hérna upp á efri hæðinni í Kaupvangi er margvísleg starfsemi. Ég rastar á Halldórsstofu og svo er Vesturfarastofa og svo er Múlastofa. Hér er safn þá bræður Jónas Árnason og Jón Múla. Og hérna er svona eiginlega rakinn þeirra lífsferill og ýmsir svona persónulegir munir þeirra eru geymdir hér á safninu. Mjög fróðlegt að ganga hér í gegn og hægt að hlusta líka á hljóðdæmi og myndir þar að auki. Útvarp Reykjavík, Ríkisútvarpið býður góðan dag og verið velkomin á fætur. Skemmtilegt safn hérna þá bræður Jón Múla og Jónas Árnasyni. Þeir voru Vopnfirðingar.
Þeir voru Vopnfirðingar, já, allavega bjuggu þeir hér í æsku og töldu sig sjálfur, kenndu sig við Vopnafjörð mjög mikið og þess vegna vildi fjölskylda þeirra að hér yrði sett upp minningum þá. Og þetta mjög skemmtilegt, ekki vinsælt safn, ekki mikið sótt yfir suma tíma? Jú, mætti náttúrulega alltaf vera meira, en fólk hefur gaman að því að rölda hér í gegn og segir að það gæti eytt mörgum klukkutímum hér, því að hér mikið af efni, þannig að það að koma tvisvar, þrisvar þá ætti engum að leiðast að þeir mun alltaf finna eitthvað nýtt. Þetta gamla og virðulega hús, hvenær er það byggt? Það er byggt 1884. Og þá var það, hann hét Fredrik Bald sem að byggði þetta hús, en hann kom einnig að byggingu Alþingishússins og Hegningarhússins í Reykjavík. Og hann byggði jafnframt Baldursheim og Guðjónsins hús eða Jaðar, sem eru hinn 2 elstu hús þessa byggðarlags sem eftir standa. Og var þetta upphaflega byggt sem þá verslunarhús eða? Já, Örum og Vúl var hér með verslunarstarfsemi. Og seinna meir koma hér kaupmenn og síðast kaupfélagi, ekki rétt? Jú, það er 1918, ég vona að ég fari rétt með ártalið, sem að kaupfélagið kaupir þetta og tekur yfir. Ég náði mér hérna einmitt í mjög virðulegan og fallegan stól. Þetta er gamall kaupfélagsstjórastóll, ekki rétt? Jú, þetta er gamall á skrifborðið hans sem var við stólinn hér frammi. Og það er Halldór Ásgrímsson sem hér var fyrsti kaupfélagsstjórinn? Já. Hann er afi, er það ekki, Halldórs Ásgrímssonar sem þekktastu er fyrir að hafa verið þingmaður og ráðherra? Jú, það mun rétt vera. Ég held að hann hafi alist upp hér líka. Þá er ég loksins búinn að ná mér í kaupfélagsstjórastól. Já, loksins sko. Voru að sitja sem lengst. Já, en hvað er ferðamálafulltrúinn að brasa svona yfir vetratíman? Það er ekki nú mikið ferðamenn í Vopnafirði? Það er að skipuleggja hvernig við ætlum að reyna að auka ferðaþjónustu og hvernig við ætlum að fá ferðamenn til þess að heimsækja Vopnafjörð í meira mæli og dvelja lengur. Vopnafjörður hefur upp á gríðarlega mikið að bjóða fyrir ferðamenn. Ó já, við höfum fullt af auðlindum, en því miður erum við bara ekki búin að virkja þær allar. En þar stendur bara mikið til bóta og mikil grassering og mikið að gerast. Man heyrir fólk mikið tala ferðaþjónustu sem vaxtarbrot. Er ekki svona sígandi lukka best í þeim efnum? Jú. Það er sem sagt betra að hafa vaðið fyrir neðan sig og skipuleggja sig vel, svoleiðis að við lendum ekki í vesinni eins og þeir á stærstu ferðamannastöðunum er að gera núna. Nú veit ég að þú ert ekki innfædd í Vopnafirði, þú ert úr Skriðdal með mér Skjallastígi. Jú, ég er fædd og uppalinn á Haugum í Skriðdal. Hvernig er fyrir héraðsmann að festa rætur í Vopnafirði? Já, ég vil ekki fara, það er bara þannig. Gott að búa hérna? Hér er alveg yndislegt að búa og auðvitað koma þeir tímapunktar þar sem maður veltir fyrir sig hvort að maður er flytt hérna nær fjölskyldunni. En sérstaklega með dætur mínar 2 í huga þá vil ég ekki hrófla við þeim með þetta góða starf sem er unnið fyrir börn og unglinga hér í Vopnafirði. Það er afskaplega mikilvægt og mikilsvert fyrir foreldra að geta stólað svona á samfélagið. En einmitt talandi hérað og Vopnafjörð, þyrfti ekki að treysta betur samgöngur á milli þessara svæða? Jú, heldur betur, að mínu mati, þarf þess. Einkabíllinn verður að duga í öllum okkar samskiptum við hinn hlutan af Austurlandi, líkur manni við að segja. Þannig að við vonum heitt og innilega að það verði gerða bragarbætur á þessu. Það er kannski auðveldara fyrir ykkur í Vopnafirði að rækta samband við Akureyringa heldur en héraðsmenn? Já, að mörgu leyti má segja það. Við höfum jú flugsamgöngur við Akureyri. Það má kannski segja að við sækjum þangað eiginlega meira heldur en austur eins og staðan er í dag. En auðvitað erum við hluti af Austurlandi og viljum rækta það miklu betur heldur en við gerum í dag. Þessu þarf að kippa í liðin? Þessu þarf að kippa í liðin og til dæmis ef að maður sendir bréf austur í Egilsstaði að þá fer það fyrst í Reykjavíkur og svo suðurleiðina til Egilsstað.
Þannig að þetta þarf að laga í allra fyrsta. Þannig ég vona eitthvað takist að kippa þessu í liðin og segi bara gangi ykkur vel. Takk fyrir spjallið. Þakka þér kærlega fyrir sömuleiðis. Jæja, við höldum áfram ferðalaginu hérna Kaupvang. Ég er ennþá upp á efri hæðinni og komin inn í vesturfarastofuna. Og hérna er margvíslegan fróðleik að finna. Ég er hérna til dæmis með gamla mynd sem sýnir myndarlega fjölskyldu. Þessi unga stúlka hérna fæddist í Viðvík sem tilheyrir Vopnafirði eða Skeggjastaðasókn, ég er ekki alveg viss. En hún flutti með fjölskyldu sinni vestur haf. Nú þar eignaðist hún son og þessi sonur hennar eignaðist síðan dóttur sem að núna stjórnar hér vesturfarastofunni. Nú þessi stúlka heitir Katí. En þú ert komin til Vopnafjarðar af íslensku bergi brotin, fædd fyrir vestan. Hvernig stóð á því að þú komst aftur tilbaka? Fyrsta skipti sem ég kom til Íslands var í 1994. En ég kom ásamt 26 skildfólk mitt, sískinabörn, aðra fólk sem kom með. En þetta var svo frábært að fara í kringum þessi land og hvert einasta stað þá kom fram einhver sem var skild við hlut af okkar hóp. Heyrðu, við erum komin til að ná í þessi fólk fyrir kaffisoppa. Og næst, heyrðu, er ekki svona fólk, er það ekki Jósefsson fólk? En svo ég var að hugsa, þetta er frábært. Þetta er fólk sem er með gestrisni. Og þessi velkomni var svo frábært að ég nánast gat ekki fara og var ákveðin að koma tilbaka eins fljótt og ég gat, sem ég gerði. Og fékkstu það á tilfinninguna og væri komin heim? Ég fékk þetta svo sannarlega. Þú fórst bara vestur aftur til að ná í hlutinn? Já, til að ná í eða henda eða selja, til að losna við allt sem mér fannst kom ekki til greina. Og ég kom aftur með 6 taskar, allt og sumt. Nokkur af eintök af Charles Dickens, en mest bara föt og eitthvað sem var nauðsynlegt. Og hvers vegna valdirðu Vopnafjörð? Vegna þetta var heimaslóð mitt. Ég er líka hef líka skildfólk Reykjavíkursvæði. Ég er skútstaðaætt, en langafi og langaamma fór frá Vopnafirði og hans fólk hefur verið hér alveg síðan í kringum 1700. Og hérna í þinni stofu, vesturfarastofunni, er fólk að koma hingað sem er að hugsanlega leita að ættingum sínum úti? Já, það er fleiri fólk sem kemur yfir sumrin, auðvitað. En það er líka auðvitað nettsamband sem þýðir auðvitað ég er bara að gramsa og senda svar og segja frá því hvað ég hef fundið og það er líka að ég er að leita eftir ættingi. Svo við erum bara, segja þetta einfalt, við erum að búa til ættamóta. Bara svona. Er áhugi fyrir vestan líka? Er áhugi til að komast í kynni við ættingina? Það er hjón sem kemur aftur núna í ágúst en þeir kemur með fleiri skildfólk aftur hingað. Og daginn, það var á 50-daginn hér, það kom inn ung maður sem mundi eftir þessi fólk. Heyrðu, manstu þetta við vorum að hitta í kirkjunum og að hafa máltíðin í safnaðarheimili. Þetta var svo skemmtilegt. Hann er ekki skild, kona hans er skild, en hann er tilbúin að mæta þessi fólk aftur. Finnst þér vera vaxandi áhugi fyrir því sem sagt beggja vegna bæði frá Íslandi og eins fyrir vestan að styrkja þessi tengsl? Ég held það. Það hefur alltaf verið eitthvað áhuga fyrir vestan, en það er meira núna hér á Íslandi. Það hefur fleiri farið í eitthvað hópferð, bændaferðir til hátíða þar og þar í Mountain í Norður Dakota, Sunnu Pam, hún er að kynnast fólk. Heyrðu, hún er frænka þín. En svo þetta, heyrðu, þetta er lifandi tengsl. Við skulum bara finna það út.
Þannig að það allir velkomnir hingað til þín og þú tilbúin að hjálpa þeim að finna ættingi fyrir vestan. Já. Það mikið komið núna sem digital eða á internetið en samt það langt best að hitta fólk og spjalla og vera í kringum svona stórt borð. Allir velkomnir í Vesturfararstofuna í Kaupvangi. Mér finnst það flott að þetta stofa, ekki bara sýningarhöll eða eitthvað svona. Það pláss fyrir þetta líka, en við erum bara með eina herbergi, svo láta þetta vera heimilislegt. Gangi þér vel, Katrín, og gaman að hitta þig og spjalla við. Takk. Hamingjan skjótt hverfur á burt, fölnar sú jurt sem fegurst Gleymdur þér koss hennar hver, gleymd einnig saga mín stúlkuna sem grætur, margar myrkar nætur, vakir ein og grætur, gettu hver hún Jæja, þá ég komin inn í Halldórs stofu. Hún til minningar Halldór Ásgrímsson sem eitt sinn var hér kaupfélagsstjóri og sennilega hefur hann átt skrifstofu hérna í þessu herbergi. En Halldór löngu farinn og þetta núna skrifstofa fyrir Austurbrú. Nú, Hrund Snorradóttir hér starfsmaður. Hrund, Austurbrú í fyrsta lagi, hvað það? Austurbrú fyrirtæki sem nær frá Djúpavogi til Vopnafjarðar og í raun og veru stoðkerfi ríkisins fyrir fjórðunginn. Og Austurbrú var stofnuð fyrir 2 árum síðan, þá voru sameinaðar stoðstofnanirnar sem voru Þróunarfélagið, Markaðsstofa Austurlands, Þekkingarnet Austurlands, Menningarráð Austurlands og svo sjáum við líka daglega umsýslu fyrir Samband sveitarfélaga á Austurlandi. Og hugmyndin á bakvið þessar sameiningur ætlaði að reyna að auka slagkraftinn. Já, og færa í raun og veru þjónustuna út til íbúanna. Þetta öfugt á við það sem hefur verið í gegnum tíðina. Í gegnum tíðina þá hefur kannski áherslan verið svo að flytja alla þjónustu til kjarnans. Og allt hefur verið eins og þið bara þekkið. Það á að vera á Akureyri, í Reykjavík og Ísafirði og svo framvegis. En þarna í raun og veru verið að snúa því við. Það á ekki alltaf að vera á Egilsstöðum, það á líka að vera á Djúpavogi og Vopnafirði. Kjarninn ykkar Austurbrú, hann á Egilsstöðum og sína eru starfsstöðvar út allt svæðið, lengst til suðurs í Djúpavogi og hérna á Vopnafirði lengst í norður. Já. Þú starfaðir áður hjá Þekkingarnetinu, ferð inn í þetta dæmi. Hver finnst þér reynslan vera? Finnst þér þetta hafa gefið góða raun? Já, mér finnst þetta hafa gefið góða raun og við fundum það mjög greinilega þegar við vorum á ársfundi þróunarfélagana á Húsavík í nóvember. Þá voru ég og fulltrúi nýsköpunar og þróunarsviðs, ég nú á því sviði, að við vissum hvað menningarráðið var að gera, við vissum hvað var að gerast í fræðslumálum og við vissum náttúrulega það sem er að gerast á okkar sviði og það svona einhvern veginn kannski ekki tilfinningin sem maður fékk hinum einn frá hinum þróunarfélagunum. Það virtist vera svona aðeins meira bil. En það ekkert endilega það sé rétt, þetta var bara svona kannski upplifunin á þessum fundi. En ég held að það sé bara mjög gott fyrir allt Austurland að þeir sem starfa innan stoðkerfisins, þeir séu bara mjög vel meðvitaðir hvað í gangi á þessum sviðum öllum. Hvað það sem þú ert að fást við svona dagstæðlega? Mitt stærsta verkefni vaxtarsamningur Austurlands. Ég sé alveg hann. Og vaxtarsamningur náttúrulega hluti af byggðaáætlun og til þess að styrkja atvinnulífi á svæðunum. Þannig að einstaklingar sem hafa viðskiptahugmyndir eða vilja breyta einhverju innan fyrirtækisins eða koma út í einhverja vöruþróun eða annað slíkt, þeir geta sótt stuðning til vaxtarsamningsins. Og það bara peningar frá ríkinu. Og vaxtarbroddur á Austurlandi? Já, nú erum við að ljúka samningstímabili, 4 ára samningstímabili. Síðasti samningur var undirritaður 2010 og gilti út árið 2013. Og það voru 68 verkefni sem fengu styrk úr þeim samningi. Heildarfjárhæð verkefnanna var 600 milljónir. Við vorum að styrkja 15% af því sem rúma 90 milljónir.
Það voru 400 og eitthvað aðilar sem komu að þessum 68 verkefnum. Þannig að þetta er virkilega mikilvægt. Var það ekki mikilvægt að samningurinn verði framlengdur? Mjög. Og styrktur, efldur ef eitthvað er. Ertu bjartsýn á að það gangi? Já, ég er það, en ég er samt að vera svolítið óþreyjufull. Mér finnst allt í lagi að ég fara að klára þetta. Áskorun á þingmenn að drífa í þessu? Já. En þú sjálf, ertu Vopnfirðingur að hruna? Nei, ég er Vestmannaeyingur. Kemur úr Vestmannaeyjum? Já. Og hvað kom til að vorst að flytja þig til Vopnafjarðar? Það er svona, þegar maður bara tekur sig upp og prófar eitthvað nýtt. Svo ætlar maður að vera í smástund og er bara mörg ár. Já. Hvað ætlaðir að stoppa lengi þegar þú komst? Við ætluðum að stoppa í 1-2 ár. En þau eru orðin 14. 14? Og ekkert á förum? Nei. Það hlýtur að segja manni að það sé gott að búa á Vopnafirði. Já. Gott fyrir fjölskyldufólk. Þetta er mjög gott fyrir fjölskyldufólk. Þangandi börnin eru komin á framhaldsskólaaldur. Þá versnar í. En talandi aftur starfið, það er kannski nútíma tækni, tölvurnar, netið og allt það sem gerir ykkur mögulegt raun og veru þó þið séð að vinna á Djúpavogi annars vegar eða Vopnafirði hins vegar að stróka út allar vegalengdir. Þetta er raun og veru bara einn vinnustaður. Þetta er einn vinnustaður en auðvitað þurfum við að hittast töluvert. Og veturinn eins og hann er búinn að vera núna, þetta er ekki nógu gott. En þið ráðið því ekki? Við ráðum því ekki og þá er bara að taka því, sko. Já. Þannig ég vona að ykkur gangi vel að brúa Austurland. Þakka þér fyrir. Og þá er ég komin aftur niður á neðri hæðina og nú er ég búinn að finna annan starfsmann hjá Austurbrú. Hún heitir Else Möller. Gaman að kynnast þér. Takk, sömuleiðis. Ég var að spjalla við vinkonu þína hérna uppi áðan. Hún er að hugsa nýsköpunina. Hvert er þitt verksvið hjá Austurbrú? Mitt verksvið er svona tvísætt. Það er menntunarsvið og så er det háskóla rannsóknarsvið. Og utan vinner jeg med Vopnafjarðarhreppur og ældreborgerne hér á svæðinu sem er með myndagrúsk. Nú sá ég að það er hérna herbyggi við hliðinu svona með fjarfundabúnaði. Er fólk að koma hér og jafnvel að fara í skólatíma, jafnvel í háskólatíma eða framhaldsnám eða eitthvað slíkt? Já, það er notað. Það kemur nokkra nemendar sem er í fjarnámi og fylgja með í fjarfundabúnaði hér inni. En flest er farin að fá kennslu á netinu, bara bent á netinu heima hjá sér. En við notar fjarfundabúnaðan við fundum og svona. Folk gæti koma og nota þessi tækifæri hér. Nú, þú ert ekki íslensk, þú ert fædd og uppalinn í Danmörku. Já. Er ekki svolítið danskur keimur í þessu húsi? Jo, mér finnst það dásamlegt að vera í húsi hér. Mér finnst það mjög fallegt hús og mjög falleg umgjörð. Og svo vel endabyggð og mjög gott andrúmsloft og húsið er gott að vera hér. Hvernig kom það til að þér datt í huga að fara að flytja frá Danmörku til Vopnafjarðar? Það var ástin. Já, ég heiti maðurinn minn sem var Vopnfirðingur og þrifst best hér á svæðinu. Ég er hjúkrunarfræðingur með kennsluréttindi en ákveði svo í 2007 að skipta og breyta til að prófa eitthvað nýtt og fór í skófræði á Hvanneyri sem ég fannst var gríðarlega spennandi og skemmtilegt nám og kláraði svo master hér í vor. Og fikk vinna hér hjá Austurbrú hér eftir áramótin. Ætlarðu þá að fara að rækta skó í Vopnafirði? Já, við erum byrjað upp í Vatnsdalsgerði. Er komið samning með Héraðs- og Austurlandsskógum og er með tæp 200 hektara sem ég ætla að fara að koma undir skó. Þannig að þú getur nú komið einn og einni plöntu þar niður? Já, ég byrjaði í fyrra, kom niður svona í kringum 25.000 plöntur. Så þetta er komið svona vel á stað. Er það skemmtilegt? Mér finnst það rosalega skemmtilegt. Þetta
Þetta svona sérstakt verk að planta gróðseti og skipuleggja, man ser ekki árangurinn. Ekki strax. Skóginn ekki komin fyrir eftir 30-40 ár, en man börjar að vinna eitthvað sem eftir að koma og eftir að standa, eftir að vera mikið verðmæti fyrir næstu kynslóð, eða komandi kynslóði. Og það hægt að rækta skóg á Íslandi? Það hægt, já. Hlýnandi veðurfar hjálpa mikið til með það. Það vex kannski eitthvað aðeins hægar heldur en í Danmörku? Það vaxar svolítið hægari til að byrja með, en leið það komin af stað, það mjög fín vöxtur. Samanburður finnst þér, þetta náttúrulega ólíkir staðir, Danmörk eða Vopnafjörður, en það þarf alltaf að spyrja þig úr því verðt hérna, en það lítur að vera notalegt að búa í Vopnafjörði. Mér finnst það gott að búa hér, það mjög friðsælt og allt til alls sem man þarf. Og einhvern veginn så ekki eins mikið svona stress og læti í gangi hér. Mér finnst að man gæti fá að vera í frið og alveg óheimlega falleg náttúra, så hreint og tætt hér. Ég njóta þess mjög mikið og njóta náttúra mjög vel, mjög mikið. Fer oft göngutúra, úðriðtúra, fer á skíðum og ég njóta þess að vera hér. Þannig að þú ert orðinn Vopnfirðingur? Já, svona á mörguleyti, já. Það var gaman að spjalla við þig, gangi þér vel í skógræktinni. Já, sömuleiðis, takk.